gerðum við þann daginn. Svo tókum við skjáinn af. Það var bara glærurnar. Fánalega góður bíl. Hann kynnti sig, eða það hægt að svissa svona milli, sko. Sérðu þið? Ég ætla skjáinn inn. Ha? Ég ætla skjáinn inn. Nei, það var bara brota skjáinn inn. Vissu það? Já. Af hverju? Þú voru bara að stilla vélina. Ég ætla bara upp og tjekka, sjá því. Okay. Góðan daginn. Góðan daginn. Blessaður. Sæll Snæbjörn. Það gengið. Ha? Þetta gengið. Já, það voru einhverja krókaleiðir. Já. Þetta með eitthvað hérna gubbið eða eitthvað? Já, þetta er það er spurning, sko. Það er alltaf gubbið. Krakkar skratt en stela sér saman. Það ná ykkur bara. Já, takk. Jæja. Merkilegt. Veitu þið? Ég er með 60 glærur, er það ekki alltaf leið? Kennið þið ekki fyrir 15? Veitu þið? Ég er með 60 glærur, kennið þið ekki fyrir 15 mínútur? Jú. Þú talar mjög. Já. Ég er með svona 5 mínútna með það. Já. 2 mínútur eftir. Já. Og bara setur þið í háatriði. Ekkert mál. Við höfum fyrirkomlega að við bara klárum fyrirlestrana. Já. Og fyrirspurnir eftir. Já, ekkert mál. Þess að við séum ekki í einhverjum vask hérna. Og svo að því það er upptaka. Já. Vera helst á þessu. Ok. Út hérna. Ekkert mál. Þannig að þú veist ekki að pæli því er mikrofóninn og Já, ok. Og það er klikkar. Ha. Og það er klikkar. Og það er klikkar. Þannig er. Ég tók með þessa kynningu í Verkmenntaskólanum á Akureyri í gær. Já, ok. Það er sem sagt lengi útgáfuna. Helgi Haug sé búinn að kött út það sem Þórir er að tala um. Það verði ekki mikið lending. Nei. Gardur. Já, ég ætla bara að henda þessi í gang. Já. Ég segi bara góðan daginn og velkomin á þennan 7. fund fjórðu iðnbyltinguna.
morgunverðarfund. Það sem sagt samtök iðnaðar eins og iðan fræðslusetur sem standa að þessum fundum. Við erum að streyma þessu beint á netinu, þannig að allir passi sig á því. Ég biðst innilega afsökunar á kynjahalla sem hérna í dag. Við erum 3 kallar, bara svo að við höfum það á hreinu. En viðfangsefni að þessu sinni er internet hlutana. Við köllum það hérna internet hlutana, það er yfirleitt kallað Internet of Things, eða IoT. Ég hugsa að þeir kallaði hérna fyrirlesarinn í dag mikið bara IoT. Það er svona hérna, sem þeir nota oftast, sem kallað hlutanettið, en þeir fara allavega núna í það. Og við erum með 2 góða fyrirlesara hérna hjá okkur í dag, Snæbjörn Ingólfsson frá Origo og Þór S. Þórisson frá Símanum. Þeir munu nú aðeins segja frá sig sjálfur, en ég heldur bara eftir engu að bíða, en byrjum bara. Hversu er Þór? Okay. Góðan daginn. Það er með ykkur í dag. Ég er hérna yfir tæknimálum hjá Símanum, svona stefnumótun og fjárfestingarverkefnum og stærri verkefnum. Og horfum yfir alla samsteypuna, það er að segja Síman, Mílu, lítið í sensa kannski. Þannig að ég ætla að fjalla Internet of Things. Ég mun kalla þetta IoT eða IoT, sem er enskusletta, svona eftir sem við förum í gegnum þetta. Ég ætla að segja ykkur aðeins hvað þetta er og ætla líka að nefna það við ykkur að það sem er tengt í dag er bara 1% af því sem verður tengt. Þannig að það er kannski á eftir að tengja hérna einhverja 50-70 milljarðar hluta eða meira og það verður ekki vandamál. Ég ætla að byrja að skilgreina hvað IoT er, fara svo í söguna á IoT og stærð markaðarins, tala svo aðeins fjarskiptamöguleikana bæði í farsíma og fastlínu, hvernig þetta er nú flutt allt, tala svo verkvanginn sem er íslenska yfir plattform, að koma því að, og svo fyrirtækjamarkaðinn og neytendamarkaðinn, nefna nokkuð dæmi, Snæbjörn tekur væntanlega fleiri, og svo hvað er Síminn að gera. Og byrjum á skilgreiningunni, hvað er Internet of Things. Svona hátíðlega skilgreiningin á þessu er svo að þetta er kerfi af áþreifanlegum hlutum eða things sem innihalda rafeindabúnað, hugbúnað, nema og fjarskiptatengingu. Það gerir þeim mögulegt að safna upplýsingum og skiptast á upplýsingum. Raunveruleikinn er að þetta er bara að vera að tengja hluti við fjarskipti á greindarlegan hátt og með öðru orðum að IoT er að gera raunheima að risastóru upplýsingakerfi. Það er alltaf á tengingu við internetið, meira og minna. Þannig að þessi hversdagslegir hlutir verða tengdir við internetið og það gefur þeim þá aftur tilefni til þess að tengjast, senda og taka við gögnum og gera breytingar eftir því sem við á. Þetta eru sem sagt alls konar nemar sem að búa til ysta lagið á þessu. Svo er það fjarskiptin sem eru eins og ég segi, fastlína, farsími og alls konar þráðlausar, Wi-Fi og aðra lausnir sem við fer betur í. Og svo er þetta tengt inn í greiningarnar, inn í prósessa og inn í vinnslu, þessu fólk kemur að eða kemur ekki að. Því sem að svona artificial intelligence, machine learning og fleira verður stærra á þessu sviði. Samskipti IoT eru svo tiltölulega svona einfalt. Ef við byrjum hægra megin, IoT-tæki, getur verið hittamælir í einhverju þar sem er verið að reyna að passa að hitinn fari ekki yfir eitthvað ákveðið. Þá sendir hann samfellt gögn, hvernig hittastigið er. Það fyrir einhverja gátt sem getur bara verið router, yfir Wi-Fi til dæmis, þaðan yfir á internetið og þaðan fara gögnin í einhverja greiningu og í geymslu og greiningin er svo framkvæmd, yfirlega bara eitthvað forrit sem sér það og það er svo sendt áfram yfir í einhverja stjórnstöð eða fjarstýringu og það er einhver sem annarkvort tekur ákvörðun eða eins og oftar er forrit sem tekur ákvörðun að gera senda einhverja skipun sem eru þá óranslitað og það getur líka verið spurningum að hafa meiri upplýsingar, setja eitthvað í gang þannig að það þarf að hækka hitann eða lækka hitann og svo framvegis. Og þetta getur gerst allt eins og ég segi án þess að maður er komin eitt nálægt. Saga IoT og að því að þetta er nú partur af þessu 4. kynslóða iðnbyltingum þá ætla ég aðeins örstuðt að fara yfir þessar iðnbyltingar, það er örugglega heyrt mörgum sinnum. En fyrsta var náttúrulega vélvæðing á framleiðslu þegar menn voru að fara að setja gufuvélarnar til þess að fyrst og fremst í vefnaðariðnaðinn í Bretlandi, þar sem þetta byrjaði, svona í kringum 1780 og þar á eftir kom fjöldaframleiðslan þegar færiböndin urðu að veruleika og þá var það þróun á fjöldaframleiðslu og það var raforkanvæðingin sem að gera þetta möguleg og náttúrulega líka kapitalismi, það er að segja fullt af peningum sem var hægt að setja í stór verkefni. Og það fyrsta færibandi var í Cincinnati í Bandaríkjunum
og það var í sláturhúsi 1870 minni það verið. Það er þá önnur kynslóðin. Þriðja kynslóðin var svo UT sjálfvirkni þar sem menn voru að setja róbóta og sambarilegt í framleiðslu línunar og það var svona forritanlegar stjórneiningar sem voru komnar á markaðinn 1969 sem gerði þetta mögulegt og svo eru komin að því sem við erum að tala hér sem ég kalla greindkerfi en á ensku er alltaf kallað cyberphysical sem þýðir það bara tölva í raunrými, ég fann ekkert gott orð það örugglega til og ég veit ekki að því. En þarna erum við til dæmis að tala að snjallverksmiðjur geta þá tekið dreifðar ákvörðunir og geta starfað meira sjálfstætt en hafa gert áður. Hvaða atburður þetta verður sem að menn mun svo seinna segja að setti þessa fjórðu byltingu í gang. Það hefur verið að sagnfræðingar að finna út. Ég setti hann bara 2012, bara til að eitthvað sem gerist 2012 sem við finnum út til að ákveða þessi byrjunarpunkturinn. Saga IoT sjálf, þetta er náttúrulega á sér langa sögu. Undan var fyrirbæri síðan telematics eða fjarmælingar sem að til dæmis bara jarðskjálftamælar eru tengdir og gefa frá sér upplýsingar. Machine to machine eða M2M er svo fyrirbæri sem að til dæmis posar er að nota og við þekkjum vel úr okkur umhverfi. Það er svona meiri farsímabræður á þessu M2M og meðan IoT er miklu yfirgripsmeira og hefur minna með farsíma að gera og eitthvað en er að ná inn á öll mannleg svið. Svo er það ristavélin, hann var fyrsta fyrirbæri sem var tengt, það var einhver verkfræðingar einhvers staðar sem nennti ekki að standa yfir brauðristinni sinni og ákvað að tengja hann á internetið og svo þegar það var búið að rista þá fengu þeir skilaboð á internetinum, einhver tölvupóst sem að brauð væri tilbúið, þannig að svoleiðis byrjaði það. Letin er aflvaki mikils, þetta gengur. Svo er það Kevin Aston hjá MIT, hann var fyrstur til að fara að tala eitthvað IoT 1999 og hann var þá að vinna með fyrirbæri sem heitir RFID og var að gera það til þess að staðsetja vörur og það var með Procter & Gamble sem er bandarískt fyrirtæki sem framleiðir alls konar neytendavörur og einu ári seinna þá fór LG í Kóreu að tala nettengja ískápa og setja á stóran skjá. Þetta er til í dag, það er kannski svolítið dýrir í dag en það kemur að því að þú getur ekki keypt ískáp sem er ekki nettengdur. Það er allir nettengdur og allir með skjá eða þá úttalar það. 5 ára seinna gaf svo Sameinuðu þjóðirnar út svona IoT skýrslur og þetta er því stórt og mikið og mjög spennandi. Og 5 ára seinna eftir það, þá voru svo fleiri tæki tengd internetinu heldur en voru mannverur. Það gerðist fyrst og fremst út á farsímanum. Svo er það IP version 6, það kannist örugglega við, sem er að taka við IP version 4. Og það sem er aðal áhugavert þar er hvað er mikið heimilisföngum mögulegt í þessu kerfi. Eða 340 undesiljón. Það mætti rugla þessu undesiljón bandaríska við breska undesiljón því það er 10.6.617. Þannig að þetta eru mjög stóra tölur bara til að hafa þetta í samhengi að þá væri þetta nægilega mikið heimilisföngum til þess að öll atómin á yfirborði jarðar fengi sitt eigin epitölu og 100 aðrar jarðir. Hins vegar, ef öll atómin í jörðinni heild ætlu að fá sér epitölu þá er það ekki hægt, því það er 10-50. Það er mikið. Ég ætlum sem í mjög gáðum málum en í framtíðina með allan að atóm geti fengið epitölu. Og svo er þetta, þrátt fyrir allt þetta og þessa sögu sem bara rekja, þá er þetta ennþá svolítið bólnu eða hæp stigi og Gartner hérna heldur út í svona kurvum sem að gera fyrir nýja tækni og alls konar IT-mál, þar á meða svona tækni og þeir hafa verið að fjalla hérna frá 2013 allavega Internet of Things og þeir hafa samviskusögulega haldið sig við þegar að kalla þetta, staðsetja í peak of inflated expectations, sem er hámark hæpsins. Þeir gerðu þessu líka 2014, 2015 er það þarna ennþá. 2015 bætaði reynda við IoT eða IoT verkvangi og árið seinna týnist svo IoT og þetta er alveg út af listanum en verkvangurinn heldur áfram að vera peak of inflated expectations. Og síðast ári, sem er nýjasta sem Gartner hefur gefið út, er þetta ennþá á sama stað. En ef við skoðum hana legendið hérna til hægri, þá er ljósblá 2-5 ár þangað til að kemur á platóið eða lengst til hægri. En þetta er orðað vöru og virkar og það talar að sé 2-5 ár. Þannig að þetta er að koma, það er ennþá mikið hæp en þetta er alveg klárlega að vera verulega. Stærð markaðarins, það er líka mikið rætt það, hvað er þetta stórt viðskiptatækifæri og McKinsey gaf þetta út 2016 þar sem sögðu að þetta var eitt af stærstu viðskiptatækifærum sem byggja á tækni sem
heimurinn stendur framfyrir. Þriðja stærsta, það er bara gagnaflutningur farsíma sem er stærri og það að gera þekkingavinnu meira sjálfvirka. Og til að horfa á þessar tölur aðeins sem er hérna, þetta er svona svona bil sem er gefið út, dökkrauði hlutinn og blái, lágmarkið og hámarkið. Og talan sem er hérna 2,7 til 6,2 billjón dollarar, sem er íslensk billjón, eða evrópsk billjón en ekki bandarísk. Þetta eru 1000 milljarðar eða milljónir, mjög stóra tölur. Og bara til samanburða þá er bandaríska hagkerfið er cirka 18 billjón dollarar, kínverska er 11 og japanska er rúmlega 4 og þýska er rúmlega 3. Þannig að þetta er eitt japansk hagkerfi, svona cirka sem liggur hérna undir. Og við höfum það svona bak við það. Þetta er 2025 og ef við horfum svo á aðra nálgun á þetta, A.T. Kearney sem er annað svona ráðgjafafyrirtæki sem er að spekla í framtíðinni, þeir eru að horfa til 2020 og segja að þá verði heimsmarkaðurinn orðinn 100 billjón dollarar. Þannig er síðustu tölur sem ég sá allar á netinu var að hann hefði verið 78 billjón dollarar hérna 2014, minnum mig. Þannig að þetta gerir ráð fyrir þetta halda áfram að vaxa. En þeir eru að segja að þetta muni hafa 6% áhrif á hagkerfi, heimshagkerfi. Og þannig setja það saman. 3,5 billjón dollarar eru út af því að tekjur færast frá einu fyrirtæki yfir í annað. Þess fyrirtæki sem ná að hagnýta sér þetta, þau græða á þessu, þau sem takst ekki hagnýta sér þetta, tapa á þessu. Síðan geta þeir viðskiptavinir sem eru að nota þetta, þeir geta lækkað kostnað hjá sér út á IoT 177 milljarða. Síðan er framleiðniaukning sem er afleiðing af IoT-væðingunni, að menn geta þá fjárfest í einhverjum nýjum eignum eða aðgerðum til þess að nýta sér betur IoT og það er 1,9 billjón dollarar og lokum er svo hreina viðbóta tekjur af IoT 344 milljarðar sem er þá bara tekjur sem hefur að selja hardvöruna, hugbúnaðinn og þjónustuna sem IoT er. Þannig að það er alveg ljóst að IoT mun hafa veruleg áhrif, það mun hafa áhrif á fyrirtæki, þau geta hagnast og tapað á þessari tækni. Fjarskiptamöguleikarnir, fastleiðni og farsíma er mikið talað fjöldan eins og ég nefndi hérna áðan. 50 milljarðar var lengi nefnt bæði af Cisco og Ericsson. Þetta er nýjasta nálgunin á Ericsson núna frá því nóvember á síðasta ári. Þeir eru búin að tempra þetta verulega, frá því að vera 50 milljarðar 2020 eru þeir núna að tala að árið 2023 geti þetta orðið 31 milljarðar, það er samt mikill vöxtur í þessu. En ef þú skoðar myndina sem er hægra megin, það er að segja hvað er þetta, hvað eru þessi litir? Neðsti liturinn, gulliturinn er hreinlega talsímar. Það er 1,4 milljarðar af þeim. Svo er það farsímennir upp á 7,5, svo er það alls konar tegundir af tölvum sem er 1,6. Svo er eitthvað sem heitir skammdrægt IoT sem er 6,4, klálega það stæðst fyrir utan farsímana. Og svo er það langdrægt IoT. Og þetta tveim er IoT. Þannig að þetta er það sem menn er að tala um, þetta eru 7 milljarðar. Það er raunverulega IoT. Og á bakvið skammdræga IoT-ið, eða fyrir fram að það, er fastlína yfirleitt. Ljósleiðari, kopar, einhver svona fastlína. Á meðan langdrægið er yfirleitt farsíma eða langdrægt þráðlaust kerfi, eins og til dæmis gerfinhættakerfi. En ef við skoðum þetta þá sjáum við að vöxturinn er langmestur í þessu, 26% árið til 2023 fyrir langdræga IoT-ið og fyrir skammdræga 18% vöxtur. Þannig að eftir þessi 6 ár cirka, þá er að gera ráð fyrir að þetta verði 32 milljarðar tækja tæplega og þar verði farið úr að IoT sé 1/3 cirka tæplega það upp í að vera 2/3 af öllum tengdum tækjum heiminum. Það munar mest skammdræga IoT sem verður 17,4 samkvæmt þessari spá. Og þetta er tölunar. Tæknin sem er svo að bakvið þetta, fyrir utan það sem er bara tengt beint með ljósleiðara sem gerist í vespum og það sem að tafatími er mjög mikilvægur, að þá eru við yfirleitt að tala um einhverja þráðlausa tengingu í síðustu metrana og við erum að tala um á uppsölunásnum, lítinn bitarhraða. Þessar tölur hérna inn í svega eru svona bara til að gefa til kynna hvað við getum verið að tala um. Þetta overlappar eða þú veist þetta 1,1, þessu neðsta hérna 100 bitar upp í 1,1 megabit og svo byrja næst í 200 kilobita upp í 50 megabita. Þannig að þetta gefur svolítið kynna hvaða stærði við erum að tala um og skammdrægin upp í langdrægt er svo X-ásinn og það er svona líka svona indikator frá 3 metrum og upp í 36.000 km sem eru þá gerðanett. Og eins og sjá það eru vætið þarna því þekki það fyrir að þeir að nota kreditkortir ykkar og leggja þið upp á pósanum.
þá er það RFID sem í notkun eða Near Field Communication. Svo Bluetooth eða Bluetooth, Bluetooth sem við notum þegar við tengjum síma við bílinn. Og svo allar Wi-Fi útgáfurnar 802.11a upp í AC. Og svo sérhæfðir hlutir eins og Wireless Body Area Network og Wireless Personal Area Network. Og svo Zigbee sem til dæmis einhverju leyti snjallheimili og slíkt. Og svo allar farsíma tegundirnar frá 2G upp í 5G. Og svo eitthvað sem heitir Low Power Wide Area Networks sem bæði farsíma afbrigði og svona sér útgáfur eins og Sigfox og LoRa. Og stöðluðu útgáfurnar svo Narrowband IoT og LTE-M. Það geta að læra þetta bara til að segja ykkur. Þeir eru rætt yfir þetta. Og svo náttúrulega farsíma, satellite eða gerðarnetatengingar. Þannig að það örmullt af tæknum og þetta ekki tæmandi listi. Til fleiri þráðlausa tæknir en þetta. Bara til að nefna þetta Narrowband IoT, fjarskiptafyrirtækin hrifin af þessum lausnum sem þessum stöðluðu lausnum, bæði þessari og annari sem ég nefndi áðan, sem heitir LTE-M. Þá það vegna þess að menn telja sig geta búið til hagkvæma búnað fyrir þetta eða ódýran. Menn telja að þeir geti náð niður og þeir hafa svo sem náð niður rafhlöðuendinguna því það þarf að spennufæða nemann í alltaf 10 ár en það byggt á því að það sé sent tiltölulega lítið skilaboðum og mjög sjaldan. Þannig að búnaðin svona í ædul ástandi vegna tíma. Það einfaldleiki við það að koma þessu inn fyrir símann og önnur fjarskiptafyrirtæki sem eiga 4G-kerfi. Þá þetta bara hugbúnaðar uppfærsla á 4G-kerfi. Og svo það lengri vegalengdir. 20 decibel bætast við með GSM, þannig að þú nærð dýpra inn á heimilið, inn í kjallara og lokum með fjöldi tækja sem þetta að styðja það sem hver sendi getur stutt fyrir upp í 200.000. LTE-M mjög sambarlegt annað en að það með fleiri tæki stutt, milljón tæki stutt og bitahraðinn fer úr 200 kilobit upp í 1,1 megabit. Þá það IoT verkvangurinn eða plattformið. Hvað það? Það hefur það verkefni eða hlutverk að hýsa forritin sem eiga að hafa eftirlit, stjórna og stýra tengdu tækjurum. Það svona IoT software stack sem inniheldur þá stýring og fjarskipturum sem þá connectivity managementið, tækja og gagnastjórnum sem þá device og data management og virkjun forrita, application enablement. Þessi píramíta á svona sína okkur það svolítið. Nema neðst, svo koma kannski fjarskiptin, öryggismálin og allt það, persónuverndarmálin. Bæði öryggismál og persónuverndarmál munu vera lykilatriði í þessu, sérstaklega öryggismál til að byrja með og í sumum tilfellum munu persónuverndarmál skipta meira máli. Það mjög mikilvægt en efst upp á þessu náttúrulega alls konar analýsa, artificial intelligence og machine learning og hvað þetta heitir allt til þess að taka ákvarðanir byggt á gögnunum sem eru koma. Svo það margir IoT verkvangar, það eru 100 til 150 sem ég gæti að fundið. Þannig að þetta alls ekki stöðu ástandi en það má búast við allan á fyrirtækjamarkaðanum að þá þetta frekar sérhæft þannig að það verði áfram margir svona verkvangar til að vinna með. Þannig að opið staða og svo þau segja, more assembly required, þannig að ef þú ert að fara í að búa til þjónustu í svona IoT þá getur þú þurft að gera meira en þú hafði hugsað þér. Það væntanlega mörg ár í að það verði 2 til 3 verkvangar, mögulega verður það aldrei út af fyrirtækjalutunum, það verður bara of flókið og of sérhæft. Þannig að þessi staða sem til dæmis í farsímaheiminum, þar sem ert með Android og IoT nokkuð 2 stýrikerfin sem að berjast. Svo náttúrulega þessi tölu verða sérhæfing til viðbótar, þannig að sumir eru bara í ákveðnum hluta verkvangum. Taka bara til dæmis fjarskiptalutan. Það eru bara með lausnir í því og styðja svo í aðrar lausnir fyrir IoT verkvangi. Og svo það skýrekstraraðalarnir, því að þeir eru náttúrulega hvað í þetta og ástæðan náttúrulega að IoT lausnir eru mjög fjármagnsfrekar. Það eru langir sölu og vöruþróunarferlar. Við sjáum það til dæmis að í Vestur-Evrópu þá eru 1/3 stóru fyrirtækjum veit ekki einu svona IoT sé til og 2 helmingurinn af minni fyrirtækjum hefur ekki hugmyndu það. Þannig að þá bara eftir að líka mennta fólk að við sjáum þetta sem möguleika. Og þarna náttúrulega Amazon búinn að koma sér mjög vel fyrir. Og þeir eru með eitthvað sem náttúrulega eru með Amazon Web Services og það IoT plattform. Til þess keyptu þeir þetta fyrirtæki, Telemetry,
árið 2015 og þeir eru með þessa línu þarna af alls konar hugbúnaði og verkfærum til þess að hjálpa þeir að fara inn á nánast hvað sem í IoT. Og þeirra nálgun á þennan markað eins og alla aðra markaða er að drottna yfir öllu. Þannig að þeir ætla að reyna að vera öllum fyrirtækjagerum og gera allt fyrir alla og skilja ekkert handa hinum. Hinnir eru til dæmis Microsoft sem er líka stór í þessu og keyptu fyrirtæki sem Solar 2016. Þeir eru með mikinn stuðning eins og myndir hérna til niðri, beintir ykkur á. En þeir eru líka búin að þróa sitt eigið stýrikerfi fyrir IoT þannig að þeir eru mjög djúpt í þessu. Þeir eru líklega næstlegst konur af þessum skífyrirtækjum. Og svo er það Cloud frá Google. Þeir eru með plattform fyrir IoT. Þeir keyptu núna bara nýlega Sively sem var svona verkvangsfyrirtæki sem þeir hafa verið að fara innleiðin í sitt fyrirtæki. Þess fókus var á snjallheimili, þannig að menn er að gera ráð fyrir að Google ætla að leggja meira áherslu á snjallheimili með Google Home og Google Assistant og öllu því. En þeir hafa ekkert gefið upp með það sjálfur. Þeir halda öllu opnu. Og ég hoppaði hérna yfir að myndin hérna Ziploc, þarna þegar ég var að tala um Amazon, bara til að segja hvað þessi mynd er. Þetta er náttúrulega bara svona IoT-tæki, viljum, sem þú getur linkt á vegginn hjá þér og þau eru búið með Ziploc, hann að plastbókar þeirra og bara ítir á takan og Amazon sendir fleiri plastbókar. Þetta er fyrir þvottaefni og fleira. Þetta er, veit ekki hversu vinsælt þetta er, en þetta er búið í nokkur ár hjá Amazon. Þetta er ekta IoT. Svo er það Watson frá IBM, þar er plattform líka, eða verkvangur. Við könnumst Watson, hann var hérna að sigra skápmeistarana og hann var að sigra spurningakeppnimeistarana og hann er náttúrulega komin inn á marga svona Artificial Intelligence og Machine Learning verkvangi sem er verið að nota hann og þarna er hann sem IoT-plattform. Þá erum við komin á fyrirtækjamarkað og neytendamarkað. Þá erum við að horfa til þess að hér eru alls konar lausnir í gangi, fullt að geirum viðskiptalífsins og hérna erum við með salnum flóra frá iðnaðinum það, matvæli og bifvélavirkjun og veit ég hvað ekki, þannig ég snert á einhverju af þessu. En framleiðslugeirinn, verksmiðjugeirinn, sem er manufacturing, þeir eru langstæðst í IoT. Þeir eru búin að fjárfesta langmest og þeir eru komin lengst í að innleiða þetta. Og 35% af framleiðendunum er að nota nema en ekki mæla, eða sensora, og 80% ætlaði að byrja að nota þá innan 2 ára. Þannig að þarna er mikil fjárfesting og þarna er mikil möguleiki í framleiðinni aukningu. Svo er það flutningageirinn eða flutningsgeirinn, hann er að sjá fyrir sér að árið 2020 þá voru 220 miljón bílar nettengdir. Ég ekki að þeir verði sjálfvirkir, þeir verði bara nettengdir. Og bílar í dag, eftir því sem ég best gat séð, voru eitthvað í kringum 1500 miljónir. Það er gráðan ekki. Tryggingarnar, þannig eru menn að sjá fullt af tækifærum með betri upplýsingum viðskiptavini sinn, til dæmis með bílana, hvernig að keyra í bílinn, varðandi heimilið, hvað er verið að fylgjast með vatninu, reyknum, etc. Þá færðu mögulega betri tryggingar og getur að lækka tryggingarlið og þeir hafa meiri vissu fyrir því hvað er að gerast hjá viðkomandi viðskipti. Og svo er vopnaiðnaðurinn, þeir ætla líka í IoT og eru búin að vera leiðandi allavega í drónum eins og við þekkjum og þeir ætla sér að vera með 126.000 vélmenni, hernaðarvélmenni og sjáum hérna dæmi þau. Eitt er nú svona frekar einfalt hérna hægra megin sem er bara til að drepa fólk, en hitt er ennþá sniðugra vélmenni frá Boston Dynamics og þetta er búið að vera svolítið á netinu, þar sem að annað vélmenni opnar hurðina fyrir hinu vélmenni svo að komist inn. Og þetta er í morgun svona hrollvekjum eða sci-fi myndum, þá er þetta aðalmálið. Þú gæst loka hurðina og kunni vélmenni ekki opna hurðina, kunni ekki að hurða honum. Þannig að þú eru búin að læra hurða honum. Það er ekki eftir að sleppa þannig. Svo er það aðri geirar, snjallheimilið, það erum við að tala um að 2030 þá er það meira með öll tæki með tengingum. Í landbúnaðinum 75 milljónir konur með búnað til þess að nema til þess að fylgjast með sýrustigi, rakastigi og slíku, auka framleiðina og dróna til að drepa sníkjudýrin. Snjallborginnar, meira og meiri fjárfesting í þessu sem á að vera meira endurgjöf eða meiri verðmæti og sparnaður og regnað út að þú notar svona snjalllausnir til þess að stýra bílastæðin, þessu auðveldur að finna bílastæði og götuljósum, að þá getur við spara 125 klukkustundu fyrir meðal bílaferðalang í svona borg. Þannig að það er eitthvað. Svo eru orkufyrirtækin, það er alltaf að aukast eftirspurn í orku, það heldur bara áfram þrátt fyrir allt global warming og þá er ein leið að fjölga þessu snjallmælum, 1 milljarður af slíkum eru komin 2020 og þá erum við að taka þessi heimilistæki sem eru öll tengd við internetið og færa notkun inn á nóttina en þá verður orkufyrirtækin að bjóða að læra gjald á nóttina. Og heilsugeirinn, 646 milljón tæki, heilsugeirinn til að safna gögnum, sjálfvirknivæða ferla og fleira.
Svo alls konar notkunarmöguleikar sem ég ætla nú kannski bara að skilja einhver eftir hérna með þessu sjáðu flutni. Þetta eru svona helstu geirarnir sem að menn eru að horfa á. Sæmundur kannski, Snæbjörn fyrir kannski betur um þetta. Og það sem ég ætla aðeins að nefna er notkunartilvik fyrir Narrowband IoT. Og það er til dæmis snjallborginni sem ég var að nefna á þann. Þetta er með stæðin, að finna stæðin, með hérna ljósin, götuljósin, að geta slökkt á þeim þegar enginn er nálægt. Og náttúrulega auslatunnar þegar það eru fullar að tæma þær. Landbúnaðinn er ég búinn að nefna, svo er staðsetningu dýra, bæði gæludýra og náttúrulega sauðfés. Það er hægt að bara vera með síma sinn og sjá hvar allar sauðkindurnar eru. Það er endar þitt í gervitúna tengingu og það væntanlega. Og flutningarnar sem við erum búin að nefna mörgum sinnum, farangurinn, staðsetja hann, hvar hann er, snjall orkumælar sem ég hef líka búin að nefna. Eitt dæmi hérna hvernig snjallborg og snjallbíll getur unnið saman. Þú fara niður í bæ og segir navigation kerfinu hvert út að fara. Það hefur þá samband við hérna bílastæðahúsið og finnur bílastæði fyrir því og þú keyrir þangað, leggur í bílastæði, keyrir sér að láta þig borga fyrir bílastæði og ef þú ert nægilega lengi þá gæti það til dæmis panta bifvélavirkja til þess að skipta olíu. Þetta er bara svona hugmyndum að nýta allt tíman betur og láta þetta vinna svona svolítið samóði. En allavega 20–30% af öllum umferðartöflum eru vegna bíla sem eru að leita að stæðum, þetta dæmi frá San Francisco. Og síðasta myndinum þetta er fyrir að tala síman og það er sjálfkeyrandi bíll og ég vil meina að það er ekki mikið fjarskiptaþörf og margir sammála mér í því. En hvað býr til sjálfkeyrandi bíl? Hvað þarf hann að hafa? Hann þarf að hafa GPS og það er ekki nóg. Hann verður að nota hraðamælirinn, hæðamælirinn og snúð eða gæroskóp til að gera mælinguna nákvæmari. Hann þarf að hafa LiDAR eða Light Detection and Ranging, laser til þess að greina umhverfið og skoða endurkastið, sjá búið sér til mynd. Þetta er fyrst og fremst til að greina merkingar í veginum pluss vegabrúnir. Svo er það með vídeómyndavél og þá er það fylgjast með umferðarljósunum, umferðarmerkjunum, annarri umferð, gangandi og annar fyrirstöður. Síðan er það með radar bæði framan og aftan til að fylgjast fyrst og fremst með öðrum bílum og hvert nálægt þú ert og þá ertu nú þegar eru bílar sem eru með þessu kallað svona Adaptive Cruise Control, þannig að þú setur á einhvern hraða og það ert ekki alltaf að vera lækkaði fyrir þú lendir fyrir aftan bíl sem keyrir hægar, heldur sér bara radarinn að lækka hraða. Svo ertu með lágtíðni hérna nema eða ultrasonic nema sem eru aðalega til að nema þegar þú finna hvar kantsteinninn er, þú ert að leggja í stæði og hvar annar bíll er. Og lokum ertu með tölvu, miðlæga einingu sem þarf að safna allir þessum upplýsingum og fer svo í það að stjórna stýrinu, bensíngjöfinni og bremsun. En hugbúnaðurinn sem er að stýra þessari tölvu, hann þarf bæði að skilja vegareglurnar eins og eru skrifaðar og þessar sem eru óskrifaðar. Það sem þú læri bara á því að vera í umferðinni, sko. Þannig að machine learning, artificial intelligence og allt þetta, eftir sem þetta er lengur á götunum því meira læri það. En svo er einhver umræða það að svona bílar þurfa að hafa 4 terabæt, mun senda frá sér svo mikið af upplýsingum og eru að vera vel tengdir. Þetta fæst með því að LiDARinn og vídeókameran þurfa þarna 40 megabæt upp í 70 megabæt. Og þetta miðast þá við að bílinn sé í gangi 10–15 klukkutíma á hverju meira sólarhringi. Það er þá bara sjálfkeyrandi leigubílar sem myndu uppfylla það. Þannig að það er miklu líklegri niðurstöða að til þess að leysa þetta, þú þarft ekki að senda allar þessar upplýsingar frá þér. Ef þetta snýst tryggingamál, þá gerur þú bara sama að gera í flugiðnaðinum, þá setur þú 10 terabæta minni bara í bílinn og geymir þá kannski 40 klukkutíma af keyrslusögu sem ætti þá að skoða þegar á þær halda. Þannig að það er mjög ólíklegt að sé mikið bandbreiðarþörf nema fyrir bara rá vídeó í bílum. Þegar enginn er að keyra bílinn lengur. Síðasta glæran, hvað er síminn að gera? Snjallbílar, við erum með þessa lausn nú þegar, þar sem við erum að bjóða, setja svona dongul og vera með app og geta þá fylgst með aksturshegðun bílstjórans, geta fylgst með staðsneiðingu á bílum og geta fengið viðvaranir þegar á að fara bílinn að fara í skoðun. Svo snjallheimilin, við erum búin að vera að skoða þetta frá 2012 og erum í dag með tilraun eða pröfu með 100 heimilar að taka þátt í eftir eitthvað sem við hefum mikinn áhuga að fara út í þegar við sjáum að þetta getur orðið mjög arbært og góð lausn. Svo er fjarlækningar fyrir skip, það er Radiumið sem er 100% dóttur fyrirtæki í Siemens með lausn til þess að hjálpa skipsáðum þar sem eitthvað kemur upp og þá getur læknir verið að aðstoða og það er búnaður sem er líka í skipinu sem er lagður til. Og svo bara að nefna það að Síminn er stærsti M2M þjónustæðurinn á íslenska markaðinum
Við erum að undirbúa low power wide area lausnir og það þá þessi narrowband IoT og þessi LTE-M lausn. Þegar endabúnaðurinn farin í fjöldaframleiðslu sem væntanlega gerist á þessu ári, þá erum við með lausn. Takk fyrir. Við þökkum Þóri kærlega fyrir, ég gleymdi aðeins að segja frá honum áðan, ég ætla aðeins að segja það bara. En hann er forstöðumaður tæknimála hjá Símanum, hann er verkfræðingur að mennt og er í tæknilegri stefnumótun og sinni fjárfestingarverkefnum. Þá bjóðum við velkomin og þökkum við kærlega fyrir fróðlegan fyrirstur, þetta var mjög fróðlegt. Þá er næstur Snæbjörn Ingi Ingólfsson, hann er viðskiptastjóri í Origo. Snæbjörn er alinn upp á gúmmískóm, það ekki? Á bænum Helluvaði í Mývatnsvinn, hann lærði í húsasmíði á Akureyri og svo tölvunarfræði í HÍ. Snæbjörn er búinn að vinna við upplýsingatækni síðan 1995 og hefur fengist við fjölbreytt störf. Í dag er Snæbjörn viðskiptastjóri í Origo og hefur tekið þátt í mörgum kynningum og verkefnum tengt þeirri þróun sem hefur átt sér stað í upplýsingatækni. Helstu áhugamál Snæbjörns fyrir utan upplýsingatækni eru fótbolti, matur, viskí og bjór. Snæbjörn þarf að fjalla hvernig IoT, við erum byrjað að nota þetta bara IoT, mun hafa talsverð áhrif á líf og störf okkar næstu árum og hvað er mögulega að fara að breytast, hvaða tækni erum við að fara að sjá þetta sem styður þessa þróun og er þetta ógnir eða tækifæri? Góðan daginn. Já, það svona, sagði hérna Ingi, það var ég viðskiptastjóri í Origo og er búinn að vera hjá Origo og Forvera í verða núna 14 ár. Og maður, þegar maður spáir í bara núna hvað fjórða iðnbyltingin og þá IoT er að fara að gera fyrir okkur. Og ég hef verið að tala hvað þetta er mikið og svolítið sem hann var að tala að Þór, að við munum sjá meiri tækniframfæri núna á næstu 20-30 árum en hafa verið síðustu 200-300 ár. Og ég var einmitt með svona fyrirlestur í gær og fór einmitt yfir hluta þessi Þór var að tala um. Það sem ég fannst áhugavert að sjá iðnbyltingarnar hvað var að styttast. Það voru svona 100-150 ár, þessar fyrstu tvær. Það voru náttúrulega 800 ár að koma hérna, enn fleiri ár til að koma fyrstu iðnbyltingarna. Svo var þetta ykkur 100-150 ár. Svo styttist og það er bara 20-30 ár á milli þriðju og fjórðu iðnbyltingarinnar. Og menn er enn að fabulera sko líka hvenær byrjaði þetta. Ef talum við hraðbankaframleiðendur. Það var fyrsta IoT-tækið hraðbanki 1974. Þannig að og svo tala maður við gamla vatnamælingamenn. Þetta er bara bull. Við erum búin að vera að nota mæla í 20 ára sem er að senda okkur gögn og upplýsingar. Eða menn á Veðurstofunni, eða starfsfólk Veðurstofunnar. En varðandi þessu umbyltingu, þá var maður stundum hugsað, á ég einhvern tímann eftir að upplifa svipaða byltingu og afi og amma bjuggu við. 1930, þetta er sett bærinn sem ég er frá í Mývatnssveit. 1930, þá var þetta steinhús byggt. Þetta er annað steinhús sem byggt í Mývatnssveit, en þetta er fyrsta steinhús sem var byggt með steyptri plötu. Það var torfbær við fluttu inn reistu litla rafstöð sem skapaði nóg rafmagn fyrir húsið og með rafmagninu fengum við útvarp, svo tengdu sími og svo nokkrum árum síðan kom dráttarvél. Þetta var bara stökkvinn í nútímann á einu ári. Og maður eins og segir, þú ert búinn að hugsa, erum við ekkert sem að fara að upplifa þessar sömu framfarir? Og ég er á því að við séum að fara djúvill nálægt í afsakið orðbragði á þessum tímapunkti. Því að bara það sem að Internet of Things og þessi fjórða iðnbylting er að fara að skapa er bara möguleikarnir eru óþrjótandi og þegar maður fer að fabulera og ég var einmitt í verkfræðiskólanum á Akureyri í gær með svona fyrirlestur og það var einmitt ótrúlega magnað að horfa á þessa krakka og við erum að sjá núna krakkarnir sem er í framhaldsskólanum í dag og jafnvel komin í háskólana þau þekkja ekki heim án internets. Það er að koma núna krakkar sem mun ekki þekkja heiminn án snjallsíma. Þannig að þessi breyting er alveg ótrúlega mögnuð og bara á svo stuttum tíma. En hverju er þetta að fara að breyta á? Það var þessu pælingin sem að
ég ætla að svara hérna. Við erum farin að sjá alls konar hluti bara í ferðamennsku, í verslunarháttum, bara listir og menning, heilsufar og heilbrigði og svo bara upplifun, almennt. Við förum aðeins í gegnum það, hvað mitt á stíðu við þetta. Virtual reality er eitt og augmented reality, sem sagt sýndarveruleiki eða viðbættur veruleiki. Þetta er svona nokkrir af þessum dræfurum varðandi þessa hluti. Bara sem dæmi, ef við förum að versla, ef við förum í ferðalag, komin einhvers staðar til einhverja stórborg í gamla dag fyrir bara 10-15 ára síðan, þá var maður gjörsamlega áttavild. Maður getur nánast hagað sér eins og heimamaður í þessum borgum í dag með viðbættu veruleika. Maður hendur símanum upp og allir staðirnir sem með upplýsingar á alnetinu, þú getur bara með símanum séð hvað er best að borða, hvað er besta hótelið, hvað getur fengið besta kokteilinn og allt í þessum dúr. Þeir sem allt til Rússlands þurfa ekkert á áhyggjur að geta ekki lesið skiltin í sumar. Þegar þú getur fengið þýðingar upp sem að geta bara lesið fyrir skiltin og sagt því hvað stendur. Mér skilst að flest skiltin í Rússlandi er eitthvað á þessa leið. Þeir eru ekkert að skrifa þetta með sama litri og við erum að nota eða hvað þá að skrifa þetta á ensku. Það er alls konar lífstíls og fleira. Það sem og bara með þessi litlu snjalltæki, snjallúr, alls konar bara svona wearables eða klæðanleg tækni. Það sem við erum að fá blóðþrýsting, Microsoft voru að þróa brjóstahaldara, það sem fyrir konur, það sem gæti mælt út frá púls, ákveðnum bara hegðun, rakkasti og fleira, hvort konan var að vera stressuð eða ekki. Og ef hún var að vera stressuð, þá fekk hún lítið svona rastuð eða skilaboð í símann, bara aðeins að róa sig. Bara þetta verður allt í lagi. Og alls konar svona hlutir eru að koma upp. Og ég meina, við erum að fá eins og Microsoft voru með Kinect myndavélina með Xboxinu. Það sem þú getur farið í og gert bara alls konar æfingar og farið bara í heimaleikfimina á allt annan hátt en þegar menn voru að hlusta á Valdimar Örnóls eða Jónu Beni á Rás 1 í gamla dag. Svo er heilbrigðisskilin og breytingarnar þar og hann fór aðeins að tala um Watson. Watson er búinn að lesa allar krabbameinsrannsóknir sem gerðar hafa verið í heiminum. Hver er einustu skýrslu. Og ég man ekki hvað eru mörg þúsund skýrslur sem koma nýjar krabbameinslækningar á hverjum degi eða viku eða mánuði. Það er bara miklu meira heldur en allir krabbameinslæknar í heiminum gætu lesið á einum degi eða á sama tíma. Og þá er ekki bara verið að horfa þessar hefðbundinlækningar, líka að tala óhefðbundinlækningar. Og ekki bara krabbamein, heldur alls konar fleiri sjúkdómar sem eru í gangi. Og menn eru farnir að geta greint með aðstoð Watson. Hún er búin að búa til app og þú getur ekki mynda fæðingarblett og þú fær svar hvort að þú þurfir ekki að hafa áhyggjur hvort að þetta sé illkynja eða eitthvað slíkt. Heldur bara hann segir farðu til læknis og látt tjekka þetta eða hafðu engar áhyggjur. Það er alls konar svona hlutir og þróunin bara hjá IBM í dag að þeir núna opnuðu í fyrra bara stærstu fjárfestingu sína í Evrópu bara nokkuð tíman. Þeir byggðu 2 turna sem bara IoT turnar í München. Og það er bara allt IoT vætt. Það er manni hvað eru mörg þúsund skynjarar í öllum innviðum þarna og þeir eru að fá til sín núna öll þessi tæknifyrirtæki, þýsku tæknifyrirtæki til að flytja inn til að nýta sér þessa tækni. Hvað er í gangi? Þróunarsetur BMF er komið þarna inn í dag. Bara sem dæmi til þess að nýta sér bara reikniafli og getuna sem Watson er að bjóða. Verslunarhættir. Þetta er náttúrulega svona augmented. Maður er ekki lent í því að vera að versla á netinu og finnur einhvern hlut sem að mann er flottur en svo passar hann ekki þegar hann kemur heim. Þannig að það er verið að mæta því þannig að með því að fara í einhvern katalóg þá getur jafnvel borið þessu í þessu tilfelli úr við hendina á eitthvað þannig að það passar þér. Eða hvort að kjóllinn í þessari stærð passar. Eða IKEA er að þróa til dæmis app þannig að þú getur máta húsgögn inn í heimilið þær. En þú ferð ekki IKEA og fara að lána hann sófa til að sjá hvernig hann passar eða hvaða húsgagnaverslun sem er. Þannig að þú getur farið miklu nær í þessu. Eða þú ferð inn í stólarbúð sem að hjálpa þér að segja hvar vörurnar eru geymdar. Þannig að þú getur það að vísa í stystu leið.
eins og bara við förum í Costco, maður veit ekkert hvað hlutir eru því að þau voru þarna í gær, það voru ekki þarna á morgun. Varðandi verslunina, og það eitthvað sem að fara að taka gríðarlegum breytingum, sáum við þetta með Amazon Go í janúar, búðin sem þeir opnuðu í San Francisco. Það engin búðarkassi þarna inni, þú átt bara app frá Amazon sem heitir Amazon Go, tengir það við kreditkort. Þegar þú kemur inn, þá ferðu bara gegnum hlið sem að skannar, tínir vörurnar út, onni í poka og labbar út. Og þá er dregið af reikningi. Og þetta er byggt á alls konar myndavélum og skynjurum. Þannig að ef þú tekur sjampóflösku úr hillunni, lest á hana, þá ertu búinn að tjekka hann út, skilar hann aftur, þá ertu búinn að tjekka hann inn aftur. Og þá er þetta með nándarskynjurum, með myndavélum og gervigreind. Þetta er frábært dæmi. Það verður mikil bylting bara hér, núna, með sjálfsafgreiðslukassa. Bæði Hagar og Festir að fara fullt í að bara setja sjálfsafgreiðslukassa. Ég vil ekki að fara þarna alveg ennþá, en mér finnst rosalega spennandi að fylgjast með hvernig þessi þróun á að ganga. Því þetta er eitthvað sem mér hugnast mjög vel, svona verslunarhætti, því að fara í búð og tína vörur honni í körfu, upp á band, honni í poka og svo aftur upp á poka. Þetta er algjör sóun á tíma. Sjálfkeyrandi bílar, mér finnst það líka svolítið áhugavert og alltaf gaman að tala sjálfkeyrandi bíluna því að þetta verður aldrei á Íslandi. Það verður aldrei, því að sjálfkeyrandi bílar geta ekki keyrt í vetrartrafík. En fyrsti bíllinn sem kom til Íslands, það voru ekki vegir fyrir hann. Þannig að innviðirnir, allir þessir innviðir sem eiga eftir að koma, sem styðja við þetta. Og við erum bara að sjá toppinn á ísjakanum núna. Í 25. október 2016 sendu Uber fyrsta flutningabílinn með farm á milli vöruhús og verslunar. Það var 50.000 Budweiser bjórdósir sem þeir sendu frá A til B og þetta er bara til að sýna. Og í Þýskalandi voru við búin að sýna það og reikna að þeir væri með sjálfkeyrandi bíla sem keyrðu á 200 eftir hraðbrautunum með 20 cm millibili og það væri bara einn í hverjum bíl, þá væri það miklu meira hagræði fyrir þjóðfélagið heldur en almenningssamgöngur eða aðrir hlutir. Svo er mér snjallheimilin og bara sprengingin í snjallvæðingu heimilina sem er núna framöndan er alveg gríðarleg. Fyrir nokkrum árum síðan, bara fyrir hrun, þá voru starfsmenn í Origo, Tony Hera, að fara inn í heimili til sterkarnámsfólks að setja upp alls konar ljósastýringar og fleira. Það var þetta pakki sem voru að kosta 1,5–2–3 milljónir. Í dag getur maður farið á netið, keypt búnað frá Samsung, Google, Amazon og fleirum fyrir kannski 10–15 skall og byrjað að snjallvæða heimili sitt með ljósapelum, reykskynjurum, myndavélum, lásum, hurðarlásum og fleira. Þannig að þarna eru allir að fara þarna stað núna að snjallvæða heimili sitt á einn eða annan hátt. Spara rafmagn, þannig að bara þú kannski með nándarskynjun og ljósapelu. Þannig að eftir klukkan 10 á kvöldin, ef það er engin hreyfing og þú gleymdir að slökkva ljós í þvottahúsinu, þá bara slekkur kerfið sjálft á. Þannig að orkusparnaðurinn á eftir að vera gríðarlegur fyrir heimilin. Og þetta finnst mér mjög spennandi vettvangur á þessu ári. En ef við horfum svo bara áhrifin, ég hef svolítið verið að tala bara þá störfin. Það er talið bara núna á næstu árum muni IoT hafa áhrif á yfir 80% starfa í heiminum. Þá er ekki endilega þau muni leggjast af, heldur muni hafa bara gríðarlega áhrif á hvernig við muni vinna störfin og bara nálgast þau. Það er ekki endilega þannig að bara vélmenni muni gera allt, en sennilega held ég að flestir væru sáttir bara að vélmenni myndi sjá færimandavinnuna. En ef við vörpum þá aðeins þessum pælingum, þetta eru störf sem voru unnin sem ekki til í dag lengur. Þessi vann við að vekja fólk í London, þessi kveikti ljósin. Þegar við höfum ekki Spotify, þá var einhver sem las bara upp á dagblöðunum fyrir fólkið á gólfinu. Gammalt skiptiborð. Og svo er þessi að saga ísinn í ísskápana. Svo var þetta keyrt í borginnar og geymt í einhverjum skápum til að hafa kaldar geymslur. Hér erum við að sjá bara dæmi störf sem talið að muni jafnvel leggjast af á næstu 5–10 árum. Móttökuritari. Við erum að sjá það bara í fyrirtækjum hér í dag að það er bara verið að leggja þetta. Það er bara að koma standard, tjekkar þið inn, bara SMS, gesturinn kominn og símsvörun einhvers staðar annar staðar, jafnvel út úr húsi.
afgreiðslu fólk á kössum, eins og ég fór aðeins yfir áðan og var að tala með Amazon Go og svo sjálfsafgreiðslu kassa í verslunum, bókasafsfræðingar, sölufólk á ferðaskrifstofum og póstburðarfólk. Meðan við horfum á bara á Íslandi í dag. Það er búið að leggja niður póstflutninga í bara fullt af litlum sveitarfélögum. Fólk er bara að sækja póstinn sjálf. Svo finnst mér þetta hérna og eins og Þór myndist aðeins á snjallmælana. Í dag kaupum við hérna samband af símanum sem dæmi og við pöntum eitthvað ákveðið fyrirframgreitt niðurhal og ef við förum yfir það, þá fáum við reikning eða ef við erum kannski lengi ekki að nota sama, þá fáum við kannski ráðgjöf og sagt, þú ert með allt stóran pakka. Akkur er ekki sama hjá hérna Orkuveit eða Veitunum. Það geta alveg, með því að fara með snjallmæla til að mæla hitanótkun og rafmagnsnotkun, þá þurfum við ekki að vera að lesa á þessum mælum einu sinni á ári og fáum svona eitthvað upp. Og þá bara nákvæmlega sama bara út frá heimilistærð eða fleira. Þá getur við jafnvel sagt, þú þarft svona mikið vatn og þú þarft svona mikið rafmagn. Og þá bara borgar þú sem það tí, ef þú ferð umfram, annarkvæmt borgar þú þá aðeins hærra gjald fyrir það sem fyrir umfram, eða þú fær tilboðum meira magn fyrir betra verð. Þetta er að gerast víða, við erum ekki alveg komið þarna ennþá, en það er miklar pælingar í gangi á veitufyrirtækjum. Svo spyr fólk, en hvað mun öll störfin sem deyja, hvað gera hinir sem eftir verða? Við erum ekki ennþá farin að sjá þau störf sem eiga eftir að verða til. Það er talið að það eftir að verða 80% þeirra starfa sem eru inn eftir 100 ári er ekki til ennþá. Og ef maður horfir bara þetta hérna, YouTuber, mér finnst alltaf gaman að segja því ég spurði gutta minn sem lá á YouTube alla daga hvað ætlar að vera? Ég ætla að vera YouTuber. Ég bara, hvaða vitleysa er þetta? Svo fyrir ég að skoða internetið einhver PewDiePie sem milljarð á ári í tekjur af YouTube myndböndum. Það sem gaurinn er að skalla veggi og ég veit ekki hvað og spila tölvuleiki. En þarna er alls konar svona hlutir. Við sjáum þetta Snapchatið og fleira. Allt þetta er ný störf. App developer. iPhone-um kemur fyrst 2007 og það var engin app developer til. Þeir verða ekki til fyrir bara fljótlega eftir það. Þetta hérna er svona takk fyrir social media manager. Hvernig birtist fyrirtæki mitt eða ég á samfélagsmiðlum eða hvernig birtist ég á leiðtogavélum. Þetta eru störf sem voru ekki til fyrir nokkrum mánuðum síðan. Eitt sem er mjög áhugavert núna og sennilega allir talað um GDPR sem er að fara að skella á ykkur núna á næstu mánuðum. Bara þessi reglugerð mun skapa 200.000 ný störf í Evrópu. Þannig að við erum að fara að sjá þessar breytingar alveg, það er bara, mikla breytingar þarna. En það eins og fór í, það eru allir þessir aðilar að keppast á þessum markaði. Þetta er bara brot. Við erum ekki ennþá búin að sjá fyrirtækin sem að verða stærri en þessi fyrirtæki. Það er klárlega mun IoT fara að sparka af stað einhverjum sprotafyrirtækjum sem eiga eftir að taka fram úr þessum risum hérna á markaðnum. Þetta er bara staðreynd. En hvað eru svo þessi fyrirtæki? Google, hvað er þetta? 20 ára gamalt. Microsoft, 40 ára, ég veit ekki hvað Samsung er. Amazon er 15-20 ára. Apple 40 ára. IBM 100 ára. Þannig að hérna fyrir 15-20 árum síðan vorum við Ford, General Electric og fleira. Þannig að við erum ekki ennþá farin að sjá þessi fyrirtæki sem eiga eftir að leiða þessa þróun. Og eitt í svona blálokin, þar sem öll þessi fyrirtæki er sameiginlegt, þau eru með Mars-áætlun. Það er öll þessi fyrirtæki með Mars-áætlun. Þau ætla að fara á Mars, þau ætla að senda einhvern til Mars. Gott sem að loka takmarki verður einhver farið til Mars, en bara, bautastendin sem ég setja á þessari vegferð eru svo gríðarlega framfæri. Bara tungferðarkapphlaup milli Bandaríkjamanna og Rússa. Það er sennilega ekkert fært okkur jafn miklu tækniframfarir og akkurat bara það kapphlaup. Þannig að ef við setjum markið hátt, bara það sem við getum skapað á þeirri leið er alveg ótrúlegt. Þetta er svona klikk út með þessu. Takk kærlega fyrir þetta, Snæbjörn. Við opnum núna bara fyrir fyrirspurnir. Þannig fyrir ykkur sem viljið spyrja.
Endilega. Ok, þá er ég með spurningu, fyrst það er engin með spurningu. Ég er aðeins að pælja þessum veldisvexti. Það er alltaf verið að tala um veldisvöxt í öllum hlutum. Er ekki einhver veldisvöxtur í þessu? Jú. Ég hef oft notað þessa lýsingu Við erum komin á seinni hluta skákbólsins. Ef þú ferð í þessa leika sem þú setur 1 hrísgrón á fyrsta reitin á skákbóli og tvöfaldar hann alltaf eftir hvern reit. Á fyrri helmingi skákbólsins gerist ekki neitt, en þú ert komin á seinni helmingin að þá verða stakkarnar, þá verður breytingin svo svakalega alltaf. Þannig að þú ert komin á reit 32, 33 og ég man ekki bara hvað talan ef þú ert komin á reit 64. Þetta er að gerast í þessu. Bara stökkin, við erum að sjá bara örgjörva í tölvum, við erum að sjá alla þessa hluti breytast gríðarlega. Ekki satt? Jú, ég meina, þó að múrslögumálið haldi ekki mikið lengur, þá erum við samt að horfa til þessu með parallel processing, með quantum computing og öllu þessu sem er að koma, þá geta tækninar bara að aukast og hverjum degi sem að líður þá eitthvað nýtt. Og eins og það var að nefna aðan með þessi nýju fyrirtæki, lendur á stundum ég bara að vera að keypta þessu stóru, eins og ég nefndi nokkuð dæmum. Þannig að þau reyna að halda sínu með því að þau alltaf að kaupa þessi sem eru spennandi, en stundum ekki hægt að kaupa þau. En það er alveg öruggt að eftir kannski svona 20 ár, þá tökum við ekki eftir í að allir hlutir eru tengdir. Það verður svo sjálfsagt. Og við tökum ekki eftir í að þegar við göngum inn í herbergið þá tölum við tækin. Það verður leiðin. Það sem Amazon er að gera og það sem Google er að gera, með því að vera með þessa smart speakera, þú getur bara að tala við tækin. Hvaða tæki sem er. Auðvitað þarftu ennþá að sitja í þvottavélinna, það breytir ekki, en þú mun tala við öll þessi tæki og þú mun tala við sjónvarpið þitt, eins og nú þegar til dæmis Comcast býður upp á, að það er alltaf að tala við sjónvarpið og þú segir bara, sýndu mér helstu atriðin úr leiknum í gær. Kerfið veit hvaða leik þú ert að tala um og sýnir þér það. Af því það lærir á þig, þú heldur með Dallas Cowboys eða þú heldur með Val eða hverju sem heldur með, þá kemur það með það og sýnir þér það. Þannig að þetta mikla interactivity sem er að verður svo þjált, það verður svo eðlilegt. Bæði talar við þetta og eins og hann var að taka nafn dæmum, það eru bara algoritmar sem sjá að slökkva ljósinu og þú ert ekki í herbergjum. Þannig að þetta verður svo mikið breyting að, en hún verður þannig að smátt og smátt gerist þetta bara og svo allt í einu bara ert í umhverfi sem að, eins og í dag, við erum í umhverfi það sem er rafmagn, við erum í umhverfi það sem er internet, tölum aldrei það. Einstakar sinnum erum við út á landi og fá ekki farsímasamband en naurulegt ekki. Eina spurningi, hvaða áhrif halda menn að þetta hafi í varðandi menntun, símenntun, endurmenntun og svona, menntun almennt? Skal byrja, bara almennt, menntun, þegar ég er útskrifað sem verkfræðingur 85 sko, þá er kannski úreldingartíminn á menntunni, kannski 20 ár, dag er hann kannski 5, allavega í rafmagnsverkfræðinni og tölvunarverkfræðinni og slíku. Það að þurfa alltaf að mennta sig, eins og bara maður í því starfi sem ég er og ég veit að fleiri hérna er í, þú þarft alltaf að viðhalda þekkingun og fylgjast með. Og það verður bæði strúktúrað með svona Khan Akademíu og allavega hluti sem verið að gera bara til að þú getur hjálpað þig sjálfur og vonandi mun skólakerfi fara að breytast og fara að nýta alla þessa tækni. Það er svona 19. aldar fyrirbæri að einhver sé að halda þessu, ég er ekki að halda fyrirlestur hérna og vera að segja ykkur hvernig það er. Þú þarft miklu meira að leita eftir þessu sjálfur og bæði komast í strúktúrað umhverfi þar sem þú tekur ákvarðanir menntunni þína, þú veist best hvað þú vilt og svo held ég að umhverfi vonandi muni þróast að endurmenntun verður bara partur af mögulega bara að vinna. Þegar þú ert í einhverju fyrirtæki eins og við erum, þar sem við veist að þetta er alltaf að fara að breytast, þá erum við að reyna að ýta fólki við að tilengja sér einhverja nýja hluti, bæði strúktúrað og óstrúktúrað. Bara það sem er að gerast í dag, þegar maður var að byrja eins og í þessum upplýsingatæknibransa fyrir 20 árum síðan, þá voru allt fullt af köllum sem kunnu allt. Þeir eru ekki til lengur, af því að þetta er orðið svo stórt og mikið allt saman og við þurfum bara að hlaupa hraðar til þess að geta fylgst með. Annarkvort, ef við ætlum að fylgjast með öllu, þá þurfum að hlaupa alveg brjálæðislega hratt. En bara það, þó við ætlum að velja einhvern ákveðin geira, einhverja ákveðina grein, þá þurfum við samt að hlaupa hratt til þess að dragast ekki aftur út. Þannig að menntunin, og það var einmitt gana því ég myndist á þetta með skólan hann í gær, verkfræðiskóla, að kennslan mun breytast og ég ætla bara svo að vona það, að hún muni breytast meira, af því að það verður miklu meiri þörf fyrir þessa símenntun. Ég á við líka, bara svona reksturinn á þessu fyrirkomulagi, eins
eins og þið segir, þetta svona 19. aldar fyrirbæri þetta hérna sem við erum að gera í dag. Mhm. Þú veist, hvað verðum við eftir 10 ár, hvað erum við að gera þá? Ja, ef núverandi kennslu vill halda áfram, þá varum við bara á sama staðinn. en auðvitað viljum við sjá breytingar þannig að þetta verði meira aðgengilegt. Eins og við þar í Khan Academy Coursera sem líka svona vefháskóli sem að taka bara online alls konar kursa frá háskólum í Ameríku og Evrópu, bara hvað sem hún vill læra. Ég veit, einn kollegi minn að læra verkefnastjórnun. Þannig að við erum ekki fann að sjá þetta náttúrulega mikið hér, en þarna gróska úti. Menntamálaráðuneytið eða slíkir þurfa bara að gefa meira frelsi, meira val. Akkurat. Það er leiðin, sko. Gefa skólunum jafnvel meira frelsi. Fókusa kannski á að kenna mönnum íslensku og stærðfræði og kannski forritun, já, kannski gott. En að öðru leyti leyfa svolítið fólki að finna lausnirnar sjálft, sko. Líka krökkum. Þú veist, því að markaðir virka bara ágætlega. Og leyfa náttúrulega, þú veist, kennslunni líka að opna hana meira. Þannig að, þú veist, á endanum verður þetta þannig eins og karakter. Bestu kennararnir verður ekki bara að kenna sínu bekk, þeir kenna bara fleiri þúsundum og jafnvel global. Þetta mun breytast. En hvaða tekur langan tíma, ríkið ekki líklegt til þess að vera að leiða þetta en enga fyrirtæki mögulega meira og straumaði koma kannski á Bandaríkjunum svo oft. Hvenær fáum við 5G? Sko 5G verður að veruleika í Bandaríkjunum núna á þessu ári. En það er bara partur af 5G, það er búið að staðla það sem heitir sko New Radio eða Radio Interface til þess að vera með aðeins meiri hraða heldur en getur verið með í bara 4G. Stöðlun á 5G mun ekki klárast fyrir í lok ársins 2019. Þannig að fyrstu alvöru 5G kerfin sem eru 5G alveg endi í enda að þau verða ekki á markaðinu fyrir 2020. Það sem er meira vandamál heldur en tæknin er businessin. IoT er eitt af því sem við talum fyrir 5G en 4G getur leyst allt það sem að 5G getur gert, hvort sem það er í latency eða töfini eða í flutningi á hraða. Þannig að þetta verður svolítið að fara hanga saman. Það er að segja að verður að hanga saman að viðskiptatækifærin séu fyrir 5. kynslóðinu. Þá meðan við hjá fjarskiptafyrirtækjum horfum bara á það að tekjur per viðskiptavinni eru bara fara niður, þá minnkar náttúrulega hvatinn að fjárfesta í nýju kerfi til að fá sömu tekjur eða minni tekjur. Þannig að meðan við allavega mörg þessum fjarskiptafyrirtæki eins og Síminn og kollegar okkar í British Telecom og Deutsche Telekom og Telefonica eru svolítið að segja hvar er viðskiptatækifærið. Við munum náttúrulega bara taka þátt í samkeppninu á markaðnum. En við erum ekki endilega að sjá til þess að vera endilega fyrstir með 5G. Það verður að vera eitthvað viðskiptatækifæri í því. Annað en bara, það er ekkert mál að setja upp sendi og kalla 5G en þú veist, hvernig býr það til nýjar tekjur fyrir okkur? Svo ég sé alveg skýr. Eftir 2020 þá kemur einhver með 5G, setur einhver 5G sendi og jafnvel fyrir það sem er það bara partlega 5G en ekki alveg 5G. Og með stöðlun á IoT búnaði eins og sérstaklega við snjallheimili og svona. Í dag eru þetta að tala alls konar Zigbee, ZWave, Bluetooth. Er eitthvað svona governing body sem að staðlar einhvers konar svona heildar samskipti á þessu? Sko það er stöðlunarbatteri, bæði Evros stöðlunarbatterið og alþjóðlegt stöðlunarbatteri, ESC minnum heiti og mér kom vinnuhópur hér, mér segir Forsværi fyrir. Við erum að reyna að ýta undir það að menn hafi áhuga á því að taka þátt í að fylgjast allan með því að þessi staðlar verði til. Sko það sem er Evrópa, Suður-Kórea, svolítið Bandaríkin er að reyna að búa til staðla fyrir IoT. En það sama tíma eru fyrirtæki, Amazon, Microsoft, Samsung og allir þessir, bara á fullri ferð að reyna að búa til proprietary staðal. Reyna bara að verða ofan á áður en að menn geta búið til staðalinn. Bara eins og Android-dæmum og iOS-dæmum og Windows klálega-dæmum. Þannig að hvernig þetta fer, maður veit það ekki. Vandi með IoT er að það er svo víðfeðmt. Það er svo óbóðslega stór skepna eins og við vorum að tala um hérna. Að þú getur reynt að fókusa og reyna að staðla einhverja hluti en þá fyrir hvaða vettvang eða verkvang. Þannig að það verður mættilega staðlað, ég efast ekki um það verður staðlað af þessum international standard bodyum sem eru til. Staðlan er ekki til strax, hann er ekki til fyrir eftir einhver ár.
hvar við verðum þar, verðum við þá bara Amazon búin að taka þetta yfir. Svo kemur þú með staðalinn og enginn hérna fyrir að nota staðalinn. Nei, er það ekki líklegt að staðallinn verði byggður svolítið á akkurat þeim sem eru ofan á þeim tíma? Jú, svo fyrirtæki eins og Huawei til dæmis, eða Huawei, þeir eru mjög djúpt inn í þessari staðalvinnu. Fraunhofer Institute í Þýskalandi er líka mjög djúpt og svo nokkur háskólar í Bandaríkjunum. Og þarna er einn aðili með svona commercial hagsmuni umfram aðra eins og Huawei. Þannig að þeir mögulega verða svolítið ofan á þessu staðli. Á meðan fyrirtækin sem eru bara að fara í sín eigin leiðir eins og Amazon, Google og Microsoft verða mögulega búin að búa til sína eigin hluti og þá getur verið þetta endi með því að menn reynir svolítið að settlast á lausnina. Eins og Narrowband IoT sem ég var að tala það er byggt á því að Huawei keypti eitthvað lítið fyrirtæki sem minnir að vera bandarískt og Samdís og Ericsson það að sameinast það að þetta væri Narrowband IoT. Þessi lausn fór svo inn í staðlagrúppuna sem heitir 3GPP og það er staðallinn, IoT staðall. Svoleiðis verða staðlar oft til. Stærstu hagsmunaaðilarnir reyna að ná saman að fara ákveðna leið og nota ákveðin grunn. Þannig að þetta er svolítið vilt á vestri enda? Já, klárlega, þau eru þar. Hvað segir þið? Vil þið spyrja eitthvað meira eða eru við bara komin mjög gott? Það er alla þekkingu á IoT sem til Sennilega ekki. Við þökkum þeim kærlega fyrir frábæra fyrirlestra, við heldum séum margsvísari og bara takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Mjög flott. Þessu vídeostreymi, er það svo hýst einhvers staðar? Já, þetta er sett inn á YouTube. Já.